Góða kvöldið, elsku vinir. Ég býð ykkur hjartalega velkomin í podcastið okkar Eininguna. Í kvöld erum við Jón Ragnar hérna saman og við ætlum að bjóða kæran gest velkomin. Það er okkar ástkæri Saint Germain sem þið kannist eflaust mörg við. Og það verður ansi gaman að gera svona þátt að þið fá að kynnast honum enn betur. Hvort sem þið vitið lítið eða mikið hann nú þegar. Og já, við ætla bara að segja njótið í botn. Já. Já. Þannig að núna svona má segja að hann sé svona að koma sér fyrir og við gefum honum bara nægan tíma og við höfum nægan tíma. Okkur leikur ekki neitt á, þannig að hann er búinn að vera á sveimi með okkur í dag og nú þarf hann svona aðeins að blandast líkamsvitundin hans Jóns. Þetta þarf allt að tengjast. Jón stígur til hliðar. Heilinn fyrir frí. Þetta er mjög flott. Ég er það sem ég er. Og ég samgleðst Jóni vegna þess að heilinn hans er farin í frí. Það er mjög mikið að gerast hjá þessum heila. Ég segi mikið var. Já, það er sjaldan sem að ég kem í heila sem að eru svona rosalega virkir. Já. En eins og ég sagði, ég er það sem ég er. Já. Þið hafið oft heyrt mig segja þetta. Eða miðlar sem að miðla frá mig segja þetta. Og ef þið veltið fyrir ykkur hvaða þýðir ég er það sem ég er. Án þess að ég sé ekki að lítið úr ykkur þá veit ég að fæst ekki að skilja það. Ég get sagt með sanni að ég er það sem ég er vegna þess að ég er uppljómaður, uppstiginn meistari. Þið eru reyndar öll meistarar. Að vera það sem ég er þýðir að það er ekkert sem að trufla mig. Þetta er góð íhugun fyrir ykkur vegna þess að þið fæðist í þennan heim. Og umhverfið byrjar að breyta ykkur, kenna ykkur að vera það sem þið eruð ekki. Þið finnið það sem þið eruð fyrir innan ykkur, ekki fyrir utan ykkur. Segiði sem oftast ég er það sem ég er. Og þá á endanum munið þið ná að vera það sem þið eruð. Og þá munið þið komast að því að þið eruð Guð í ykkar innsta kjarna. Og þá mun allt opnast fyrir ykkur. Takk fyrir þetta. Okkur langar að koma með spurningar til þín. Gjörið þið svo vel. Velkomin. Okkur langar að fara svona út í það sem að fólk þekkir hvað mest við þig. Já. Og sem hefur verið mikið, já, fjallað samtengingu við þig. Fjólublái loginn. Þú getur útskýrt fyrir okkur svona, já, hvenær myndur segja að, já, við getum bara, hvenær byrjar, við getum talað um eitthvað svona upp að fjólubláa logans. Já. Já.
þegar við skapa margar hugmyndir Guð eða fyrirbæri sem við kalli Guð. Við getum sagt til einföldunar að uppsprettan hafi ákveðið á einum tímapunkti, svo þið skiljið það betur, að skapa. Fjólublái loginn fyrsta sem að kviknaði. Og það var fjólublái loginn sem að skapaði ljósið, sem að skapaði alheimsorkuna, og fjólublái loginn umbreytingarafl. Hann umbreytti uppsprettunni úr engu yfir í Guð. Fjólublái loginn þið hafið ekki orð til að skilja hann. Fjólublái loginn meir en orka, fjólublái loginn meir en afl. Fjólublái loginn umbreyting. Og þið getið öll notað fjólubláa logann til að umbreyta ykkur, umbreyta myrkrinu í ljós. Það það sem að fjólublái loginn gerir. Fjólublái loginn skapaði ljós úr engu. Fjólublái loginn, hann sköpunarkrafturinn sem að myndaðist þegar að uppsprettan ákvað að skapa. Það ekkert til sem stórfenglara heldur fjólublái loginn. Og þið kallið mig meistara fjólubláa logans og ég skal alveg taka það á mig með ánægju. En þið eru öll meistara fjólubláa logans, hann gerir allt sem þið segið að gera. Vegna þess að fjólublái loginn gerir ekkert nema að skapa ljós. Hann mun hreinsa allt sem þið viljið hreinsa og ekki veitir ykkur af að hreinsa. Ég segi þetta ekki til að gera lítið úr ykkur. Ég segi þetta til að stækka ykkur. Þið þurfið að stækka og vaxa og finna hver þið raunverulega eruð. Alltaf. Þá held ég sé búin að svara þessu með fjólubláa logann. Já, takk fyrir það. Hvað viltu segja við okkur varðandi svona, já, ráðleggja okkur varðandi umbreytinguna? Hvað getur verið svona fyrstu skrefin í ferlinu ef við ákveðum að við ætlum að fara, já, tökum það ákvörðun, því að það verður að taka ákvörðun. Hvernig byrjum við? Fyrst og fremst með því að hætta að hugsa ykkur niður og tala ykkur niður. Viðurkenna og samþykkja að það ekkert til nema Guð og einingin. Einingin eini sannleikurinn, þið eru öll eitt og það sama. Það myrkrið, hulurnar sem þið takið með ykkur sem að hafa orsakað þennan heim sem þið lifið í og ekkert af ykkur sátt við. Það fyrsta sem þið gerið að byrja að elska ykkur sjálf. Horfiði inn á við, elskiði allt sem þið finnið. Elskiði sársaukann og ekki forðast neitt, ekki óttast sársaukann. Sársaukin ekkert til að óttast. Ég get nú getið þess að ég var 100.000 ár í sársaukann, í myrkrinu. Ég fékk fullkomið minni þegar ég náði að hreinsa allt innra með mér. Fyrsta skrefið að elska þig eins og þú ert. Ekki dæma þig. Mundu, þú sem að hlustar á mig, elskað að vera. Finndu hvað ég elska þig. Finndu fyrir því. Taktu það inn í hjartað. Og láttu fjólubláa logann sem ég sendi til þín hjálpa þér að finna ástina sem að býr innra með þér,
sterkasta aflið. Það getur engin umbreytt neinu nema að elska sjálfan sig og samþykkja. Þið hafið svo lengi búið við skilgreiningar. Hvað er rétt og hvað er rangt? Hvernig lítur falleg kona út? Hvernig lítur fallegur maður út? Hvernig á maður að haga sér? Hvaða kynhneigð á að hafa? Hvaða kynvitund? Og allt þetta. Ég skal segja ykkur það vegna þess að ég veit að þessi umræða er mjög áberandi hjá ykkur núna. Hvað eru til mörg kyn? Sumir segja 2, sumir segja 75. Endalaus fjöldi, endalaus fjöldi. Það kyn sem að ykkur finnst þið vera, þið eru það. Þetta er bara eitt dæmi. Sá sem að upplifir sína sjálfsmeðvitund öðruvísi heldur en aðrir í kringum sig, byrja strax að dæma sig. Ég ætla að segja ykkur það er stórkostlegt. Og ég ætla líka að bæta við. Jesús var teiknaður sem transkona hérna á Íslandi. Jesús hafði gaman af því og ég líka. Og stórkostleg hugmynd. Það þarf að hrista upp í hausnum á okkur. Það er ekkert athugavert við það. Jesús var reyndar ekki trans, en það er ekkert athugavert við það. Og Jesús hefði alveg samþykkt að allir álíti hann trans. Til þess að einfalda málið, þá byrjiði á því að elska ykkur og samþykja ykkur eins og þið eruð. Allt sem þið skammist ykkar fyrir. Samþykkiði alla eins og þeir eru. Alla ykkar bræður og systur. Og lærið að skilja og meðtaka að það er bara til ein sál. Þið eru öll hluti af henni. Elskið hvert annað. Hlúið að hvert öðru. Horfðu á næsta mann við hliðina á þér sem þig. Horfðu á mann eða konu eða hvaða kyn sem að þjáist. Taktu inn þjáninguna hans. Ekki sætta þig við að hann þjáist. Gerðu allt sem þú getur til að lína þjáninguna. Þið segið alltaf, ég ber ekki ábyrgð á þessum. Þess er ekki skyldu mér. Þess er ekki tengdu mér. Þið skapið aðskilnað. Þið skapið aðskilnað milli þjóða. Þið skapið aðskilnað milli hvers annars. Það er ykkar helsti vandi. Hættið því. Meðan þið eru ennþá föst í aðskilnaðarblekkingunni, þá getið þið ekki skapað betri heim. Það er ekki flóknara en það. Þið verðið að finna ástina og þið verðið að finna eininguna. Þið skiljið hann ekki alveg strax. En samþykkið. Ég er þú. Þú ert ég. Og ég tala sem uppdýi meistar og andleg vera. Það skiptir engu máli. Þið eru öll Guð í ykkar einsta kjarna. Og ég er Guð. Það er ekkert guðlast að segja þetta. Við erum öll eitt og það sama. Við eigum að elska hvert annað. Af öllu hjarta. Öllu mætti. Þrá að allir geti upplifað fagurt líf. Þrá að sjá fegurðina allt. Þrá að geta elskað meira. Og ég ætla ekki bara að segja að þið séuð öll manneskjur ein eining. Dýrin líka. Elskiði dýrin. Elskiði blómin. Elskiði grasið sem þið gangið á. Elskiði snjóin sem kemur núna jólin. Fagniði öllu. Fegurðin býr í öllu. Fagniði þjáningunni. Ekki forðast hana. Leið og læra að elska þjáninguna, þá umbreytist hún. Ástin er umbreytingaraflið. Fjólubláu loginn hjálpar ykkur og styrkir. Takk fyrir þetta. Mér langar svolítið að spyrja, það eru svona menn og konur sem eru svona mikið tengt við innsæi sitt og svona
koma fram með sko að jörðin hafi ákveðið plan. Bara eins og við getum vísað í að við höfum öll hvert og eitt hérna á jörðinni við ákveðum okkar lífsplan áður en við komum inn og maður hefur heyrt að sé ákveðið svona plan fyrir jörðina. Hvað er eitthvað á þetta við rök að styðjast og eru við að sérstakt að ná að halda þá þessu plani? Jörðin gerir ekkert annað heldur að fylgja ykkar vitundastigi eins og það er hverju sinni. Jörðin er skóli, við getum alveg samþykkt það orð, það er skóli. Við getum líka alveg sagt að það sé svona nokkuð skonar hermir sem að líkir eftir ykkar vitundastigi. Jörðin gerir ekkert nema þjón ykkur. Jörðin þarfnast einskis, en það er samt gott fyrir ykkur að elska jörðina, vegna þess að þá mun jörðin sýna ykkur meiri ást. Við getum sagt að það sem jörðin er skóli, ef þið gangið vel jörðina og hlúið að henni, sýnið henni umhyggju, þá eru það auka ástina hérna á jörðinni. Ef þið gerir það sannleika, ekki af ótta. Ég get alveg fullvissað ykkur en það er ekki hægt að fullvissa alla það vegna þess að óttin er svo sterkur. Það er alveg á hreinu. Þið getið ekki grandað jörðinni vegna þess að jörðin verður alltaf til á meðan það er þörf fyrir hana. En það sem ég ætlaði að segja að ef þið eruð umhverfisvæn, þið hafið engin áhrif á jörðina, en þið hafið áhrif á ykkur. Þá fáið þið einkunnir frá kennaranum ykkar sem heitir Gaia. Hún er góður kennari, góð vinkona mín og systir. Þá fáið þið ástina frá henni. Leið og þið faðmið tré. Þá finnið þið að tréð elskar ykkur. Þið finnið það. Gaia sendir ykkur alltaf ástina tilbaka. Æfið ykkur á Gaiu. Segið við tréð, ég elska þig, ég elska þig. Og tréð gefur ykkur tilfinningu. Það er næstum því að þið heyrið frá trénu, ég elska þig. Enda er náttúran alltaf að segja þetta. Þið eru alltaf að hugsa út á við. Þið haldið að allt lægist með því að vera umhverfisvæn. Jú, það er gott að vera umhverfisvæn, en ekki ótta. Þið eru umhverfisvæn vegna þess að þið óttist að jörðin farist. Jörðin ferst aldrei. Þið hafið engan möguleika á að láta jörðina farast. Það er alveg á hreinu. En endilega elskið jörðina og gangið vel hana og verið umhverfisvæn og sýnið það í verki. Takk fyrir þetta. En hvað viltu segja okkur sko við erum að þróast og færast nær einingunni. Nú vil ég tala samvitundin okkar. Já. Það sem að þú sér þetta svona í skýrara ljósi en við og svona hefur víðari sýn út frá því hvar þú ert. Ef ég má bara spyrja hvernig gengur? Þú veist, hvernig gengur að auka einingar, koma samvitundin okkar inn í eininguna? Samvitundin er fyrir löngu komin í eininguna. Samvitundin, hún er fyrir löngu komin á það sem þið kallið 5D. Og þið sjáuð þess merki allt. Þið sjáuð hvað umburðarlyndi hefur aukist. Þið sjáuð hvað skilningurinn hefur aukist. Þið hefur þroskast rosalega mikið. Og hvernig var nú einu sinni til tilbreytingar að þið sem eruð að horfa hrósið ykkur. Af því að fæst ykkar eruð að upplifa ykkar fyrstu jarðis núna. Ég þekki jörðina frá upphafi.
Og ég hef séð hversu mikið ljósið hefur vaxið og ég hef séð samvitundina þróast án þess að fara langt aftur í tíman. Við þurfum ekki að fara nema örfáar aldir og örfáar aldir er nú engin tími fyrir mig af því ég lifði í mörg 100 ár. Þá þótti í lagi að drepa fólk. Fariði bara í Íslands sögun ykkar. Ingjaldfíflið, þið þekkið það öll, sem var bundið við staur út á túni. Þetta var þroska eftir maður. Hvernig þætti ykkur í dag að þetta væri gert? Þið þurfið ekki að svara því, þið vitið öll svarið. Meðan að Ingjaldfíflið var bundið við staur, þótti engun eitt athugavert við það. Þið eru komin á stórkostlegan stað og þetta varðandi eininguna. Það eru mjög margir meðvitaður hana og ykkur fer stöðugt fjölgandi. Þannig að samvitundin er búin að vera lengi á 5D. En það má ekki gleyma því að þetta er jörðin, þetta er skóli, þetta er svona hermir. Það þýðir að þið verðið að vera 3D til þess að upplifa 5D. Það er nefnilega þannig að þar sem ég er að þá upplifum við ekkert vegna þess að við þurfum þess ekkert, við bara vitum allt En þið komið hingað til jarðar til að upplifa, þess vegna klæðist þið líkama. Þess vegna verður alltaf hluti af ykkur að vera á 3D. Hluti af ykkur verður að vera í stríði, hluti af ykkur verður að sýna illsku. Til þess að þið sjáið andstæðuna. En ég er samt ekkert að segja að jörðin þurfi alltaf að vera svona. Þið getið skapað jörð þar sem að er engin illska, engin stríð. Það skiptir máli sem að allir hugsa. Og ykkur hættir svo til að gera lítið úr ykkur. Þið segir bara já, ég er bara venjulegur maður hérna út í bæ. En hugsið, þið eruð öll Guð í ykkar innsta kjarna. Ef að einn viðurkennir og samþykkir eininguna, þá er hann strax búinn að gera heiminn betri. Því fleiri sem eru tilbúnir til að viðurkenna eininguna, því fallegri verður heimurinn. Og heimurinn er miklu fallegri heldur en hann var fyrir 100 árum, jafnvel nokkrum áratugum. Og hann er alltaf að verða fallegri. Takk fyrir þetta. En sérðu fyrir þér að við munum ná sem heild hérna, samvitund, við munum ná algjöru einingar ástandi. Þá er ég að tala, það er engin aðskilnaður lengur í neinum hluta. Ef ég myndi svara þessari spurningu, Já. þá væri ég leið Já. að segja að þið hafið enga frjálsan vilja. Já. Það er nefnilega frjálsi viljinn sem að þið elskið svo mikið. Það hlýtur að vera. Já. Annars kemur við ekki hingað. Einmitt. Já. Þið eigið möguleika ef þið viljið öll skapa fegurri heim. Og já, það er eitt sem ég get sagt ykkur. Já. Heimurinn á eftir að verða miklu fallegri. Hann á eftir að verða miklu bjartari. Þið eruð á ofboðslega fallegri leið. Og þið eruð alltaf að óttast myrkrið. Það er ykkar helsti vandi þessar mundir. Ekki óttast myrkrið, elskiði myrkrið. Þá hættir myrkrið smátt og smátt að vera myrkur. Og hrósið ykkur. Þið hafið staðið ykkur ótrúlega vel. Ofboðslega vel. Þið eruð ofboðslega dugleg. Og ef að þið gætuð séð ykkur með mínum augum þegar ég er á mínum stað, þá mynduð þið sjá þessa undursamlegu fegurð sem þið eruð. Ég segi það við þig sem ert að horfa og þið eruð mörg. Þú ert fallegur. Ég elska þig og ég meina það.
Finndu það. Þú ert ljós. Uppgötvaðu það. Vertu það sem þú ert. Hið fegursta ljós. Hið skærasta ljós. Guð í þínum innsta kjarna. Takk kærlega fyrir. Nú langar mig að koma með spurningu sem að ég veit að margir eru spenntir fyrir að heyra svarið við. Já. Hvert er hlutverk þitt í dag? Ég skal svara því svona með ykkar hætti. Ekki með þínum hætti. Ef þið myndir svara með mínum hætti þá bara er ég það sem ég er. Og það myndi ekki upplýsa ykkur neitt. Ok, hlutverkið svona gagnvart okkur Hlutverk jarðarbúum. mitt, já, gagnvart ykkur jarðarbúum er að ég stjórna því sem að þið kallið helgistjórn jarðar. Og í helgistjórninni sitja margir uppstignir meistarar. Og ég sagði að ég svaraði þessu með ykkar hætti vegna þess að við erum öll eitt og hið sama. En við erum ólík orka. Við getum sagt það. Mitt hlutverk er að vera nokkurs konar svona sameiningartákn fyrir ykkur. Já. Og það sem að við gerum er að við erum til staðar. Þegar þið hugsið til mín, þá er ég komin til ykkar. Og mitt hlutverk er að hjálpa ykkur að finna fjólubláa logann og nota hann. Og mitt hlutverk er að styðja ykkur og styrkja á þessum erfiðu leiðum sem að jarðlífið oft er. Gefa ykkur stuðning og upplýsa ykkur. Og það sem að ég meina þegar ég segi upplýsa, eins og þið skiljið orðið upplýsa, þá er að fá upplýsingar frá einhverjum öðrum. Þið fáið einhver upplýsingar frá mér vegna þess þið hafið þetta allt saman innra með ykkur. Þegar ég kem til ykkar og þið upplifið að ég sé að segja svo mikla visku, þá er því að segja við ykkur, viskan er þín. Það eina sem ég geri, ég er ljósið sem að lýsi upp hérna sönnu visku. Vitið þið það, elskurnar, þið eru svo miklu meira heldur en ykkur grunar. Og helgistjórn jarðar gegnir því hlutverki að þjóna ykkur og vera til staðar. Í henni sitja ykkar leiðbeinendur sem eru ykkar þjónar og elska ykkur. Takk fyrir. Ef þú myndir vilja svona gefa okkur innsýn inn í það, sko, nú ertu búin að segja okkur frá svona helgisstjórninni og svona hvað þú gerir og þitt starf og hlutverk. En mér langar svo að spyrja þig sko, eins og það sem að sko við jarðarbúar, virðist vera svona, við virðist vera auka tengingar okkar við, þetta hefur náttúrulega alltaf verið svo sem til, átt sér stað, en nú miklu minna mæli núna virðist vera en áður við aðra plánetur og verur sem að eru þar. Ég bæði náttúrulega í þessu sólkerfi og mörgum öðrum. Hver er svona, er eitthvað samstarf og hvernig, geturðu sagt okkur eitthvað þetta? Já. Í samhengi við helgistjórnina og jörðina og allt þetta? Já. Það skal ég gera með ánægju. Já. Ég sagði áðan
að við erum öll eitt og hið sama og það gildir líka allar aðrar plánetur. Helgistjórn jarðar að sjálfsögðu í nánu samstarfi við allar plánetur alheimsins og allra alheima. Það sem að Kakala, systir mín og elskaða vinkona, sagði ykkur í síðasta þætti með fjarlægðirnar, það alveg rétt. Það yngvar fjarlægðir til. Þetta allt á sama blettinum. Og það ríkir ofboðslega mikil eining og ást á milli mín og Kakulu og allra á öllum plánetum. Það nefnilega fleiri heldur en helgistjórn jarðar sem að elska jörðina. Margar plánetur. Jörðin skiptir miklu máli. Þegar við lagt svo miklu meira til alheimsins heldur en ykkur grunar. Og ykkur finnst örugglega framandi að heyra það sem ég ætla að segja núna. Að ákveðnu leyti kenndu þið alheiminum að elska, af því að þið funduð upp áþreifanlega ást hérna á jörðinni. Ég ekki að segja að þegar við fundið upp ástina, en þið eruð dásamlegar verur, þið bara áttið ykkur ekki alltaf á því. Þið þróuðuð með ykkur leiðir til að elska og vera elskuð. Þetta byrjaði sjálfsögðu af eigingjörni og ekkert óvarlegt við það. Láta ykkur líða vel, sýna ástúð. Og þetta snart svo mikið við alheiminum að alheimurinn fékk innblástur af þessu. Það erfitt með orðum að útskýra svona fyrir ykkur, af því þið erfitt með að skilja þetta. En í sinni einföldustu mynd hægt að segja að þið kennduð alheiminum hvernig á að elska með áþreifanlegum hætti. Og þið hafið gert svo ótal margt fleira. Þið eru bara alltaf að tala ykkur niður. Jörðin skiptir máli. Af því jörðin líka mikilvæg skólastofa, skulum við segja, eða skóli, fyrir margar alheimsverur eða kosmískar verur, eins og þið kallið það. Þær hafa komið hingað til jarðar og lært af ykkur og lært að þroskast og upplifa og allt þetta. Og komið svo þroskari á sína plánetur vegna þess að alheimurinn í þróun, stöður í þróun. Þegar þú segir alheimurinn, Já. Ertu að tala alheiminn sem við erum í hérna, jörðin í? Þegar ég segi alheimurinn, Já. Þá ég að tala alla alheima, bara svona til einföldunar. Sömu hendingu, bara alla. Já. Það eru til svo margir alheimar og stjörnukerfi að hérna það ekki hægt að segja það með orðum, en þetta tengist allt saman og þegar þið farið að upplifa betur eininguna, þá finnið þið fyrir smæðinni, smæð alheimsins, alheimana allra. Þá farið að finna fyrir verum frá öðrum hnöttum, mynda vinatengsl við þar. Það bara gott dæmi Kakala sem kom hingað í þáttinn til ykkar. Það hefur myndast sterk tenging á milli ykkar og hennar þó að þið séu bæði jarðneskar verur. Sannarlega. Já, það nefnilega þetta sem að þið eruð alltaf með, að hérna þið haldið að þið séuð ólík hérna á jörðinni eftir því hvar þið fæðist. Það ekki málið. Og þeir sem eru á öðrum plánetum,
Þeir eru ekkert öðruvísi en þið. Það gefur þeim mikið að tengjast ykkur og gefur ykkur mikið að tengjast þeim. Þannig að það sem ég sé fyrir mér í framtíðinni er miklu nánari tenging við allar plánetur, allra alheima. Og þetta voru menn farnir að aðeins að fikta við í Atlantis, eins og þú manst örugglega því að þú varst nú þar. Einmitt. En þú segir sko var ekki komið þó nokkuð tenging á þar? Mikið meira en núna? Það var komin algjör tenging. Algjör tenging, já. Það í Atlantis það var allt svona, maður getur sagt bara hliðin voru alveg opin. Alveg. Það bara, í Atlantis að þá kunnum við að hafa samskipti, huglæg samskipti, og hugurinn er þannig að hann þekkir engar takmarkanir, þannig að þú gast verið á jörðinni og gast verið í samskiptum við bróðurinn eða systur í allt öðrum alheimi og fundið nándina, af því að nándin er alltaf. Það er engin aðskilnaður. Já, takk fyrir þetta. Þetta var nú aldeilis upplýsandi. Mér langar að, þú getur sagt okkur svolítið svona, jarðnesku, þetta er svona jarðnes, þetta er svona jarðnes hugsun á bak við þessa spurningu, margir spenntir örugglega að heyra svona ákveðna lýsingar. Ef þú myndir lýsa svolítið fyrir okkur hvernig þetta er, það sem þú ert. Segja okkur svolítið frá því, þú veist, hvað... Já. Það er mjög skemmtilegt, skal ég segja. Og við eigum það sameiginlegt í helgistjórn jarðar að við höfum öll verið hérna á jörðinni. Já. Og það má kannski segja svona máltæki sem að þið þekki vel hérna á Íslandi, enginn veit hvað átt hefur fyrir en mist hefur. Við erum með alls konar svona sköpun sem að er eftirlíking af því sem að þið þekki hérna á jörðinni. Við erum með svona sal, svona veislusal, þar sem að við njótum þess að borða góðan mat og drekka vín og svoleiðis. En það er ekki raunverulegt, þannig að við erum svona, má segja, svolítið svona mennsk. Já. Þannig að okkar veruleika er raunverulega ekkert ósvipaður því sem þið þekkið hérna á jörðinni. Hann er eiginlega bara eins, af því að við sköpum svona eftirlíkingu. Og okkar svona tilvera gengur út á að viðhalda ástinni. Það er nefnilega það sem að er stórlega vanmetið, að orka þarf alltaf hreyfingu. Það er eina fyrirbærið í alheiminum sem að hreyfist aldrei og þarf ekki hreyfingu. Og það er fyrirbæri sem að þið kallið Guð eða Allah eða hvað sem það er. Það er fyrirbæri sem að ákvað þetta allt saman. Við þurfum stöðuga hreyfingu og orkunni, og okkar samskipti ganga út á það að við erum að senda hvert öðru stöðuga ástarorku. Og við tölum saman, af því að svona, við erum svolítið jarðnesk, en ekki samt með orðum. Þetta er svona öðruvísi heldur en hjá englunum og svona það sem að þeir kallir svona hæsta tíðni. Þeir bara eru, þú veist. En við erum öðruvísi, við erum ekki ósvipuð ykkur eða raunverulega bara eins og þið, nema að við höfum svona fjölbreyttari sýn og erum ekki takmörkuð, hjá okkur er ekkert myrkur, það er ekkert myrkur, það er bara ljós. En sko, þið eru alltaf að tala niður jörðina og þetta jarðneska, en
horfið á fegurðina, njótið hennar, finna ilminn af trjánum og njóta þess að borða góðan mat og allt þetta. Gera allt sem að gleður ykkur. Við höldum þessu áfram bara í öðru formi hjá okkur. Þannig að dagurinn okkar, ég getum ekki talað með dag vegna þess að við sofum aldrei, sko, við erum bara vakandi, bara alltaf. Það er ekki sólarhringur hjá okkur og ekki tími. En við erum svona, okkar líf er mjög sambarlegt við það sem að þekkist hérna á jörðinni, nema eins og ég segi, og við erum öll náttúrulega meðvituð eininguna og við gegnum okkar hlutverki að vera til þjónustu við ykkur sem að eru í myrkrinu hérna á jörðinni. Þannig að það er svona fyrst og fremst okkar hlutverk. Ok. En eins og núna, hvað sérðu núna í kringu þig? Það er svo verðt. Núna sé ég endalausa fegurð. Ég sé falleg tré. Og ég finn jólaandann. Ég þarf aðeins að skamma hann, Jón, elsku drenginn. Nú? Vegna þess að ég upplifi náttúrulega hans tilfinningar, sko. Hann gerir ekki nógu mikið af því að njóta þess, nú eru að koma jól, hann er í landi, og öll þessi fegur, öll þessi ljós, ég sé allt sem að þið sjáið, og ég gleðst örugglega miklu meira en þið yfir í vegna þess. Þetta er svo mikil fegurð. Ég veit alveg að þið finnið fyrir spenningi jólin og allt þetta, en það er þessi sanna gleði sem að hefur ekkert myrkur. Reynið að nálgast hana. Þú veist, ég sé ekkert að fegur alltaf þegar ég kem hingað til jarðar. Vegna þess, ég sé ekki myrkrið. Ég veit af því. Ég sé í gegnum allar hulutar. Nú langar mig að spyrja svona, hvar myndir segja, sko, ef við tölum sviðin og víddirnar og þetta, hvar myndir segja að þið væri staðsett? Það er verið að tala eitthvað svona, maður hefur, heyrt hérna, hvað er þetta kallað? Nú er þetta alveg dottur úr mér, hérna, svona einhverjar, að þið séu, það sé eitthvað bækistöð þarna yfir einhverju ákveðnu fjalli og svona nokkur stöðum á jörðinni. Einhverjum ástöðum þetta alveg dotti úr mér núna. Jú, Tíbet. Hvað það heitir? Tíbet. Já. Það er hérna mikið til í því að okkur þykir ágætt að vera þar. Við erum mikið við erum ansi víðar. Okay. Og þetta er raunverulega alveg rétt sem að hefur verið skrifað í þessar bækur, af því að við erum, sko, munurinn á uppstigtum meistara og því sem er kallað engil er að við verðum alltaf mennsk leið og það er bara ákveðið sem að gerist, leið og sál kemur til jarðar og klæðist holdi, þá verður hún maður. Losnar aldrei frá því. Og af því að við erum nú svona nautnaseggir, það verður nú að viðurkennast, þá finnst okkur voða gaman að skreppa til jarðar og eiga okkar bækistöðvar. Og og þær eru staðsettar víða, en þær hafa ekkert, það er bara best að upplýsa það hafa nú ekkert merkilegri tilgang heldur en að við komumst bara aftur í snertingu við hið raunverulega jarðlíf og svona finnum lyktina af blómunum og þetta og svona og njótum orkunnar sem er hérna á jörðinni. En þannig að þið náttúrulega, sko, þá er þetta svona eitthvað millistig, þessar bækistöðar, þú veist, frá því það sem þið eru oftast, ef getur sagt þess frá? Já, við getum alveg sagt að þetta sé bara svona þú veist, en þannig að þið komið náttúrulega aldrei alveg inn í jarðarsviðið. Nei. En þetta er svona nær, þú fyrir komið aðeins nær. Já, sko, við
jú, við komum oft inn í jarðarsviðið, en náttúrulega ekki í holdi, sko, Ekki holdi, nei, nei. en við erum oft hérna og okkur finnst það voðalega gaman af því að við höfum svona ýmis ráð með svona margt að við getum alveg notið þess að finna svona blóma ángan og finna sjávarilmin og þetta okkur finnst það voðalega gott. Þannig að við erum meira á jarðarsviðinu heldur en ykkur kannski þykir líklegt. Já. En það er bara svona. En ef þú varst að spyrja á hann á hvaða tíðni við værum, sko. Já, svona tíðni eða svona hvort þú gætir einhvern veginn svona staðsett þetta. Já, sko. Sett upp. Já, sko, miðað við ykkar skilning, sko, að þá erum við á það sem að þið kallið 12D. Þá erum við á guðlegri tíðni, sem sagt. Það er engin aðskilnaður og þangað fariði öll þegar þið losnið við aðskilnaðarblekkinguna, að þá eruð öll á þeirri tíðni. En ykkur hættir svo til að vera alltaf að skilgreina, sko. Að við erum á sömu tíðni og Guð, við erum á sömu tíðni og englarnir, en við erum aðeins öðruvísi en englarnir. Við gerum ekkert nema elska og hlúa að og við þekkjum engan ótta, við þekkjum ekkert myrkur, við þekkjum ekkert nema ljós. En það sem að gera okkur frábrugðna, sko, er að við erum alltaf tengd í jörðinni. Af því að, sko, englarnir þeir hætta sér aldrei, sko, þeir myndu aldrei hætta sér á jörðina vegna þess að, sko, þeir eru svo mikla tilfinningaverur, sko. Þeir eru svo ofboðslega hreinir og það vantar svona kannski svona, já, hvað getum við sagt, svo þið skiljið svona skráp eins og við höfum uppsökum í starfandi, sko, við erum ekki alveg eins kannski viðkvæmi, sko, ef að það kæmi engill í hold, að hann myndi bara fara að gráta, bara, hann myndi ekki geta borðað vegna þess að hann myndi finna þjáningar matarins, sem sagt að bara nei, þetta dýr hefur þjástaður og að drepið, ég get ekki borðað, myndi bara deyja úr sulti, þannig að þess vegna, og þeir vita þetta alveg, þess vegna koma þeir allir til jarðar. Þetta er kannski munurinn á okkur að við getum svona aðlagast þessu, en við erum enga síður alveg fullkomlega meðvitaður mikilvægi þess að hlúa að lífinu og allt þetta og það sem að mér langar til að segja við ykkur, af því að við erum að tala um að þið drepið dýr til matar, það er í lagi, dýrin samþykkja það. Þetta eru samningar. Já, þetta eru samningar. Það myndi aldrei vera ráðið svona á frjálsan viljan eins. Það er alveg á hreinu. Og jurtirnar, grænmetið og allt þetta, þið drepið það líka. Þannig að það er svolítið skemmtilegt að velta fyrir sér þegar að fólk heldur að sé eitthvað betra að borða grænmeti heldur en dýr. Þið eru alltaf það er svolítið svona fast í okkur, sko. Sko, grænmetið þráir að lifa eins og allt sem að lifir á jörðinni. Það vill ekkert deyja, en grænmetið samþykkir að deyja til að þið geti lifað, saman með dýrin. Mér langar til að hvetja ykkur til að vera meðvituð þetta. Þakkiði dýrinu fyrir að hafa samþykkt að deyja til þess að þið geti lifað. Heiðri minningu dýrsins og dýrana sem þið borðið. Þið þurfið ekki verið að gera því smáatriði vegna þess að ég veit að ykkur hætti til að ofhugsa að nú fara hvað hétt þessi veljaði þetta lamb og við var það guttormur sem ég var að borða nautið þarna eða var það eitthvað annað, skiptir engu máli. Bara hugafarið. Setjið kjöt á diskinn, hugsið til dýrsins og sál dýrsins finnur ástina. Og það sem að gerist er að sál dýrsins mun endurgjalda ykkur ástina. Það er það sem þetta snýst það er þessi orka. Þetta orkuflæði, orkuhringrás. Þakkiði dýrunu fyrir að gefa líf sitt til að þið geti lifað
og dýrið mun í sínum andlega veruleika meðtaka ástina. Elskið allt, stólinn sem þið sitjið í, elskiði hann og þakkið hann. Æfið ykkur í að elska allt sem að þið snertið, allt sem þið sjáið. Þannig gefið þið öllu líf og skapið leið fallegri heim. Já, og við erum búin að fara, ansi víða núna. Er eitthvað svona sem að þú vilt segja við hlustendur? Eitthvað svona sem að gagnast núna að heyra? Já, að vera það sem að ég er, ef þið hugsið það þannig, þá þýðir það að taka á móti öllu, ekki forðast neitt, ekki forðast þjáninguna, aldrei gefast upp. Þegar þið eruð alveg að niðurlótum komið, biðjið hjálp, biðjið stuðning. Þá kem ég, engill eða hver sem er þessi orka og hugga ykkur. Þið eruð aldrei ein, þið eruð öll elskuð, finnið það. Að lokum ætla ég að segja við ykkur, ég hef hjarta mitt opið fyrir öllu. Og ég hafi vissulega ekki svona hjarta eins og þið, en þá skiljið ég hvað ég meina. Hleypið mér inn í ykkar hjarta. Leyfið mér að vera hluti af ykkur. Ekki horfa á mig sem meistara. Ég veit að það eru til fullt af sögum mig. Talaði öll tungumál heimsins, gat spilað öll hljóðfæri, vissi allt. Já, þetta er ég. En gerir það mig að ykkur meiri manni heldur en ykkur? Nei. Þið megið ekki gleyma því. Það tók mig mörg 100 ár að ná þessari þekkingu. Þetta er eitthvað sem þið öll getið. Ég er ekki meiri en þið. Ég er bróðir ykkar, ég er vinur ykkar og ég skal vera meistari ykkar á meðan þið þurfið á því að halda. En setjið hvorki mig eða neitt annan á stall. Við erum öll jöfn. Meistarinn er ekki ofar nemandanum. Vegna þess að ef að lífið á jörðinni er eins og það á að vera, þá er það þróun. Meistarinn kennir lærisveininum og gerir lærisveinin að vitrari meistara heldur en hann er. Þá hneigir meistarinn sig í auðmýkt, horfir í augu lærisveinsins og segir: Meistari, kenndu mér. Þannig skiptist þið á, þannig á það að vera. Það er enginn öðrum fremri. Við erum öll eitt og hið sama. Og ég held að þetta séu bara ágæt lokaorð. Heldur betur. Takk kærlega fyrir. Og takk sömuleiðis. Og ég þakka ykkur líka einingunni fyrir þetta framtak og fyrir nafnið Einingin. Og megið þið sem flest finna eininguna, skilja hana og meðtaka hana. En byrjiði fyrst á elska ykkur og allt sem þið finnið innra með ykkur.